Komið sæl. Það var flottur síðsumadagur eða haustdagur hjá okkur í dag. Sólríkt nær allt land og stillt veður. En þessu getur oft fylgt á þessum árstíma svona stillum þá getur fylgt töluvert næturfrost og það gerðist síðustu nótt og fraus jörð nokkur hressilega, sérstaklega þá inn til landsins. Þannig voru hitatölur lægstar á Suðurlandi eða í innsveitum bæði sunnan og norðanlands en mesta frosti mældist þó á Þingvöllum. En hvað var það svona hámarkshiti dagsins að þá átti það sér einnig stað á Suðurlandi. Hiti fór í 13,6 stig þá á Kálfhólum á Skeiðum. En öllum eru umhleypingar svona í veðrinu hvað varðar helgina. Við sjáum hér lægð sem stödd hér suður í hafi og hún að nálgast og skilin frá henni snerta hér suðurströndina bara rétt upp úr miðnætti og hún fer hér til norðausturs og fer inn á milli Íslands og Færeyja og það mun bæði draga fyrir sólu, það verður skýjað meira og minna á landinu á morgun og víða úrkoma og töluvert hressilegu blástur á köflum. Við sjáum að við lágum svona í tiltölulega köldu lofti í dag og það svo sem ekki mikið sem að breytast til morguns. Hlýja loftið í tengslum þessar lægð, það skríður nú svona að mestu leyti hjá og til norðausturs og kalt loft hér norður og vestur undan. En við sjáum hér klukkan 18 í dag að það var mjög svo sólríkt á landinu og aðeins var að anda svona hressilega af austri hér allra síðst og það þá í tengslum með þessa lægð. En við sjáum að þegar við keyrum hreyfimyndina það birtast hér gula viðvaranir upp úr miðnætti á suður og suðausturlandi og það er svona miðað því að vindhviður geta orðið umtalsverðar sérstaklega þá undir fjöllum. Og svona ökutæki sem eru viðkvæm fyrir kröftugum vindi ættu þá svona að taka það til skoðunar. En klukkan 8 í fyrramálið þá verða skilin komin hér inn á suðaustanvert landið, verður áfram tiltölulega bjart á norðvesturhorninu og við sjáum að hitatölum að það hittir nú svona nærri frostmarki fyrir norðan og gæti jafnvel fryst þá nú í nótt sérstaklega á þeim slóðum. En síðan halda skilin áfram að fikra sig hér til norðvesturs, fáum úrkomu víða land og sérstaklega þá hér austan til á landinu. En það svona allt sem bendir til þess þó að hér við Faxaflóa og Breiðafjörð og jafnvel sunnanverðu Vestfjörðum og þá sleppum við meira og minna við þessu úrkomu. Hér staðan þá klukkan 18 á morgun og viðvaranir að detta úr gildi fyrst á hádegi hér á Suðurlandi og klukkan 16 þá á Suðausturlandi. Síðan heldur þetta nú áfram, áttin verður norðlæg og það mun rigna töluvert í þessu þá á norðausturhorninu og við sjáum til dæmis á hitatölum að á sunnudaginn að þá hiti svona 4-5 stig úti við norðurströndina og svona meginreglan sú að hiti hann lækkar cirka gráðu per 100 metra og þá hefur við búið að þetta verður orðið slittuð að snjókom þegar komið í 400-500 metra hæð. Bjartveður í öðrum landslutum en ekkert sérlega lít, gæti þú farið þetta 10-12 stig hér sunnan til á landinu. Og í framhaldinu síðan þá ætlar næsta lagið að koma inn á mánudaginn og hún bara nokkur hressileg eins og við sjáum hér. Við erum að sjá vindverða nálgast 30 metra hér rétt söður af landi og úrkoma sem mun fylgja þessu og getur verið í töluverðu magni þó sérstaklega suðaustan til á landinu. Og á þriðjudaginn þá ætlar svona að verða rólegheit framan af degi með stöku skúrum sunnan og vestanlands en það kemur síðan næsta lagið einn þá síðdegis á þriðjudaginn. Þannig að það svona lítið spennandi veðurinni eftir helgi getur við sagt. Förum aðeins þá út til Evrópu og við sjáum að það nú svona hafa verið að lækka hitatölu, það nú svona víða í norðurhlutanum hiti 15-20 stig en fínasta veður þegar hér sunnar komið á Ítalíu en skúraleiðingar á Balkanskaganum og í Austur-Evrópu. En á Spáni að þá fín dagur í vændum á morgun hiti 25-30 stig og jafnvel enn meira en svo þegar sunnadregur og endur síðan þessa yfirreið á Kanaríum þar sem ekki hægt að kvartunda veðri. Verið sæl.